Nýsköpunarsjóður námsmanna hefur það markmið að veita háskólum, rannsóknarstofnunum og fyrirtækjum tækifæri til að ráða námsmenn í grunn- og meistaranámi til sumarvinnu við metnaðarfull og krefjandi rannsóknar- og þróunarverkefni. Fagráðin innan sjóðsins eru 6 talsins. Þau eru hugvísindi og listir, félagsvísindi, lögfræði og menntavísindi, náttúruvísindi, lífsvísindi, klínískar rannsóknir og lýðhelsa, raunvísindi og stærðfræði og að síðustu verkfræði og tæknivísindi. Í ár er Nýsköpunarsjóður námsmanna 30 ára og af því tilefni var ákveðið að gera myndband með 3 verkefnum sem hlotið hafa styrki í gegnum sjóðinn og verið tilnefnd til nýsköpunarverðlauna forseta Íslands. Hugmyndin af þessu verkefni kviknaði kannski í kjölfari á öðrum samstarfsverkefnum milli okkar og annarra leiðbeinandi verkefninu sem kom frá verkfræðideild. Þannig að við sóttum nýsköpunarsjóðsstyrk frá Rannís og við vorum svo heppin að við fengum í raun og veru 3 mánaða styrk fyrir 3 nemendur. Já, við unnum sem sagt að verkefninu betri gjörgæslumeðferð með gagnasjá og við kynntumst bara í háskólanámi. Þetta verkefni í rauninni kemur til af því að gjörgæslan fékk nýjan hugbúnað sem að gera kleift að sækja gríðarlegt magn af gögnum gjörgæsluna sem er að safnast upp á gjörgæslunni. Þannig að okkar hlutverk í þessu verkefni var að sækja þessi gögn og vinna úr þeim einhverjar upplýsingar sem er hægt að nota og eru gagnlegar fyrir starfsfólk á gjörgæslunni. Við byggum þá til þess að gagnasjá sem birtir bara á mjög skýran og aðgengilegan hátt myndrænar upplýsingar meðferðir á gjörgæslunni og þessu var bara mjög vel tekið af starfsfólki og er komið í notkun og svo hlutum við líka nýsköpunarverðlaun forseta Íslands. Ég er umsjónarmaður verkefnisins matjurtarækt utandyra fram á vetur en sem framkvæmdastjóri Aldin Biodóm sem er að þróa upplifun tengt matjurtarækt inn í borginni. Þá sóttum við styrk fyrir Karin Rós Róbertsdóttur til að prófa að hita upp beð með affallsvatni frá nærliggjandi hverfi sem við erum að henda í fráveituna 30 gráða heitt í dag. Þannig að við erum að lengja ræktunartíma í báða enda og fá meiri uppskeru auk þess að við erum að prófa margs konar framandi plöntur í ræktun utandyra á Íslandi. Það má segja að þetta sé svona minnsta mögulega útgáfa af Aldin Biodóm sem tengist þessu verkefni að stýra umhverfisþáttum til þess að geta ræktað spennandi, áhugaverðar og næringaríkar matjurtir nálægt neytandann. Minn bakgrunnur er skipulagsfræði og matvælafræði en Karin er gríðarlega dugleg. Hún hefur gert gagnagrunn fyrir 75.000 plöntur. Karin hlaut sem sagt viðurkenningu fyrir verkefni sitt frá forseta Íslands. Þannig að verkefni var talið vera öndvegisverkefni enda afbragð vel unnið hjá henni. Já, sem dæmi niðurstöður rannsóknarinnar kom í ljós að ný vöxtur ávöxtatrjáa var 2,5 sinnum meiri heldur en í trjám sem ekki voru með jarðvegshita. Sjódekk er hugmynd af hugbúnaði, svona vefhugbúnaði, online plattform, sérstaklega fyrir sviðslistir til þess að einfalda alla umsýslu öll gögn og er í raun og veru svona innra net fyrirtækis fyrir bransa sem er að mestu leyti sjálfstætt starfandi. Ég hef starfað sem ljósa- og leikmyndahönnuður erlendis í tæp 20 ár. Við erum alltaf að reka okkur á sömu vandamálin og það er það sem Sjódekk á að leysa. Hugmyndin er 15 ára gömul og byggir á minni reynslu sem sviðslistamaður. Sjódekk er það sem við köllum vefvangur eða online plattform fyrir sviðslistir til þess að halda utan öll gögn, gera það einfalt að sækja þau, varðveita sýningar eftir að þær hafa verið settar upp, þá ég við leikrit, söngleiki, óperur, dansverk og þess háttar. Minn helsti samstarfsmaður er Ægir Finnsson, forritari og frumkvöðull og hann sér tölvunarfræði hliðina á þessu öllu saman, forritunina. Ég sé sviðslista hliðina og saman þá ráðum við á hverju sem er til okkar þegar við fáum styrk frá NSN. Sviðslista og tölvunarfræðinema, það er að segja notendur og þau sem vinna með gögnin annars vegar og þau sem að sjá að búa til viðmótið og forrita gagnagrunninn hins vegar.
Ég sem sagt kom inn í verkefnið Sjódekk til að sjá svona hönnun og viðmótshönnun og leggja drög að því kerfi sem við vildum byggja. Og það var í raun bara þegar ég var að útskrifast úr Listaháskólanum. Þannig að það var mjög þægilegt og spennandi að koma svona beint inn í verkefni eftir útskrift. Þessi styrkur frá Nýsköpunarsjóðinum lagði í raun líka grunninn að annarri vinnu og öðrum styrkjum sem komu síðan inn í verkefnið. Þannig að þetta var svona mjög öflugur upphafspunktur. Nýsköpunarsjóður námsmanna hefur gert okkur það kleift að þróa grunnhugmyndina og undirbúa okkur í kjölfarið til að sækja stærri styrk hjá Tækniþróunarsjóði sem við höfum núna fengið. Og við getum því haldið áfram að þróa þessu hugmynd. Og þetta bara kjörið tækifæri. Ég myndi hvetja alla námsmenn til þess að sækja alla háskólanema sem vilja láta sína drauma verða að veruleika. Nýsköpunarsjóður námsmanna veitir háskólanum í grunn- og meistaranámi styrk upp á 340.000 á mánuði í alltaf 3 mánuði. Sérfræðingar innan háskóla, rannsóknarstofnana og fyrirtækja sem óska eftir að ráða háskólanema í sumarvinnu við rannsóknar- eða þróunarverkefni geta sótt styrk til sjóðsins. Umsóknarfrestur 1 sinni á ári og í janúar eða febrúar.